Þú ert að hlusta á Hlaðvarp FM 95 Blu. Orðin 4 og FM 95 Blu hefur hafið göngu sína þennan yndislega föstudagurinn 13. Það ætti nú kannski að hræða einhverja, hræðir engan í þessu stúdíói. Og elsku hlustendur, við erum með fullan bát enn eitt föstudaginn sem er veisla. Og ég ætla að byrja núna á fyrirliða þáttarins. Hann situr hana hel sáttur, hann er búin að vera að túra. Hann er ekki þreyttur því hann er búin að taka smá pásu á túrnum sínum fyrir Akureyri. Egill, hvað ertu? Ég hef aldrei verið betri. Aldrei verið betri? Nei, svo nýr. Já, ertu betri núna síðasta föstudag? Ég var helviti góð síðasta föstudag líka. Ég er aðeins betri. Það hefur aldrei verið betri en þú ert betri núna. Já, nú er þetta í vika í gig. Ég er búin að vera núna í ykkur 2 vikna gigpásu. Ertu búin að, varstu komin í eitthvað svona stóra gigvímu? Já, ég er búin að vera giggutum á hland núna. Ég tók 3 gig á 6 dögum daginn, sko. Já, giggar yfir þig. Það var mikið álag á mig, sko. En stærsta giggið er eftir, sko. Þetta er eiginlega stærra skútergiggið í höllinni, sko. Já, þetta er miklu stærri skúterinn. En varstu einhvern tíma nálægt í að gigga yfir það eins og gerði þarna á Blönduósi þegar þú varst með Mercedes-klöpp? Það var erfiður tími, þeir voru alls saman í rútinni og... Já, ég er búin að ná okkur að kontróla sér betur nú. Já, þú er þroskaður í tónlist. Ég fekk skóla, Valla Sport skólan. Já. Í hvernig þú átt að höndla svona þetta. Hvað kostar svona skóli? Ég óska að ég hefði bara verið með upptökutæki og tekið alla viskumólana frá Valla. Þú maður setja bara ekki verð á Valla Sport skólan, sko. Það kunni einhvern veginn að halda öllum ferskum. Þú veist, ef hann sá að leður hans voru eitthvað tired, lagði hann niður. Þú veist, sagði gasmann að taka göngutúr. Hvað gerða við gasmann þegar hann var á þreytur? Hann lítur að hafa verið að dæli hans. Einast að það vant að passa að gasmann kemist í vatn og 3 tíma fresti og geta fengið protein shake. Annars deyr hann kemst ekki vatn. Þannig að Valli Sport er þannig umbóðsmaður að hann er að passa upp allir bandinu og er að taka svona á eintal og svona. Hefur ekki tekið eftir Eurovision þegar hann hleypir bara inn á stundum farið viðtal, stundum ekki þegar þetta er allt að hvíla sig mjög mikið. Þetta er ekki snillíkur. Nú kem ég vel hvíldur til Akureyrar á næstu helgi því að ég er búin að vera með Valla Sport skólan. Gott að heyra. En besti sjöttumadurinn sem þetta beint á nótun er hvernig ert þú? Þú Steindi Junior. Valla Sport skólan. Já, við þurfum eiginlega bara að fara að selja. Ég væri bara, ég myndi kirkja höfrung fyrir að fá að sitja bara 1 tíma í Valla Sport skólan. Bara aftast og hlusta. Hvað var ég gott? Ég er fyllandi góður og fróndi fyrir það. Það er gott. Ég er bara í stemningu og þú veist, það er föstudagur 13. Þetta var ekki alveg rétt verið í byrjun. Ég er smá hræddur. Ég er alltaf svolítið hræddur á föstudagur 13. Þú ert hjátrúarfullur maður. Já, og bara svolítið hrædd típa. Hvað er að gerist í dag? Nei, bara, þú veist, þetta Þú drepist það? Nei, bara myrkur úti, það er kalt. Það er fullt tungl og vera eða deginum ykkur. Þetta er bara... Til hamingju með daginn á mánudaginn? Já, herru, þú helst ekkert upp ammalitt. Já, til lukkunum daginn. Já, nei, vistu það stráðar. Kannski leiðilegt er ég ammali á mánudegi. Já, ég veit það. Varstu bara heima í lani og hristingu? Herru, veistu það? Já, þú veist, ég var ekki hangandi heim í hristing. Varstu að larpa bara hérna eitthvað staðar og... Nei, ég var bara heima á náttúrunum. Kíkti bara í tölvuna, var í PlayStation, tók Call of Duty og var bara svona... Hvernig gengur í Call of Duty? Það gengur bara fínt. Spilaði Mansverse og Curse og... Já, sko, ég náttúrulega ekki spilaði Mansverse. Mansverse er bara í Destiny. Og hann er náttúrulega... Hann er meiri í Destiny heiminum heldur hann er í okkar heim. Já, Svessi náttúrulega þarf aðeins að slaka á, sko. En við náttúrulega erum að fara að vera þarna með honum fyrir á Akureyri. Við ætlum að taka day of fun með honum. Við ætlum að lappa Akureyri, sýna honum stemninguna. Hann er náttúrulega ekki bara fengið ferskt loft í marga mánuði. Þannig að þú veist, hann er heldur gott þessu gigi. Það var gaman að röltum Ak. Það verður örugglega -20. Þannig að það er komið einhver kuldabóli hérna yfir klakana. Varstu ekki ánægð með myndina ég setti á Twitter, afmælismyndin? Nei. Og þú á flöskubóli? Nei, ég var ekki ánægð. Það varst þetta ekki flaska þarna? Hann heldur sér þetta á beverage, sko. Ég var ekki ánægð með hana. Aldrei séð á glaðan, sko. Ég var mjög full með þessa mynd. Hvar fékkstu þessa mynd? Instagramarinn, og það heimskur og dílitaði hann ekki, sko. Og nú er ég búin að segja hana, menn aldrei voru til á internetinu forever. En hvenær ætlar að posta myndina á hann við flöskuborðum að þú grenjandi og hlátur í jakkafötunum? Nei, hún fer ekki. Hún alltaf er ekki online. Nei, það er nett svona það er svolítið baller mynd. Það er einhverjum, þú veist, jakkafötunum hans gott svona 1,2. En málega það á flöskuborðu skellilega, sko. Málega það, ég ætla að minna Það er ekki á hverfi? Ég verði að hafa postin einhvern veginn. Nú ætla bara að segja þetta. Sú mynd, hún var tekin þegar við vorum allir saman á herrakvöldi, setna kvöldi, við fórum bara allir á herrakvöld sem er árlegt hjá okkur, við förum oft Þú ert ekki að afsaka þess Nei, ég er að segja, við vorum bara allir þarna. Þú veist, þannig að ef þið er að posta mynda mér í ykkur flöskuborði þá verður það að posta mynda á ykkur á flöskuborði og maður veist ekki
Sástu myndina sem hún postar að mér hana í Vegas á lögskaborinu Var ekki auðvitað blöð á svona mynda? Jó, en það sást alveg, ég vildi ekki vera Já, einmitt þess að það var ógeðslega fín Þú ert ekki einnanna, þetta er góða félagskap Hefur þú sagt hlustendum að því að þetta er myndin sem við erum að tala um það sem að steindir í jakkafutum og 1,5 milljónir og er skellin hændi flöskuból Hefur þú sagt söguna, þetta er eitthvað 5 ár síðan Hann er mega flottasta svona broskásti klátur sem ég séð sko Þetta er bara viðbjörslega mynd Ég held þetta sé 5 ára gömul mynd og ég veit ekki hvort það gæti vel verið að því við segjum hlustendum allt en ég hef aldrei hlegið mikið og þegar kom greinum þig á vísi.is að þú værir hátekju skemmtikraftur Ég átti eitt gott ár Mátti ekki fá bara njóta þessi friði Egil settinn og FM 95 blöð tjattið okkar sem við erum með hann á Messenger herðu má ekki posta þessari og þú varst svo stressaðar og þú fórst ekki upp í flugvél bara Egil, þú ert ekki bara að posta þessari Já, ég fekk nála síntal bara svo að séu hrein og ekki að posta þessari mynd sko Við vorum að fljúa eitthvað í gig og þú varst bara allan tíman í vélinni ef hann postar þessu þá ætti að tala við hann ég er ekki að grínast Gefum mér einhvern tíma að leiði við að sína þjóðum Það er ekkert að sjá Þetta er bara, ég er bara í jakkafötum og það er bara eitthvað þetta er bara, þetta er ómerkileg mynd Það er bara hann Þetta er ómerkileg mynd Talandi giggið áðan á Akureyri að þá er kannski bara vart að segja frá því að það er að verða uppselt á ballið það er uppselt í Forsölu en miðasala er ennþá inn á tix.is Ef það verður uppselt á ballið sem að það er eiginlega 100% sem er geggjað Ég var að fara að segja eitthvað svona ef það verður uppselt ef við seljum alla miðana En það er að fara að gerast Við getum eiginlega ekki lofað þessu staðan núna að verði niðarsala við hurð Það er ennþá að lofa því Það ætla ég að setjast á flöskuborð þarna og kannski henda mér í jakkafutt Þú ert alltaf að fara að gera það Verður við ekki með flöskuborð í sjálfanum eða hvernig það? Við, strákanir Er það ekki hægt? Það ætla ég að vona En, já, nóg af flöskuborðum Þá tökum mynda okkur þremur á flöskuborði Já, það finnst mér Og lofa þjóðinni Steindi grenjandi og hlafri Já, það er bara henni En hérna, jó, það er að vera uppselt Þannig að það er bara áfram gakk Tix.is En við erum með rosalega þáttandegur í dag Kæru hlustendur MJ Gauti kemur hérna á eftir Og við getum sagt það núna Við erum búin að taka upp klefa með honum Við létum hann ringja í mömmu sína Og hann var að hrekkja hana Lét eins og hann væri búin að drekka 2 bjór og það klest á og að byrja mömmu sínum að taka á sig skellin eins og hún hefur að keyra og þetta er stórkostlegt símtal. Þetta er agalegt símtal sko. Þannig að þið heyrið það hér á eftir við erum með Steindi, þú ert með myndur fyrir cash í dag. Ég er myndur fyrir cash í dag og hérna það er ógæðslega, ég er rosalega ánægð með það. Ég hlakka til að fara í myndur fyrir cash. Svo eru bæði sturglaða staðreyndir sem voru ekki síðasta fösta og augljósa staðreyndir sem hafa verið í pásu. Já, það var ungur strákur sem sendi mér skilaboð á Instagram og hann spurði af hverju er svona langt síðan þú varst með augljósa staðreyndir. Ég saknaði það. Og ég bara, já, heyrðu, það er bara góða punktur. Við skal hendi það fyrir þig. Allt fyrir hlustendur. Egil, þú ert með spurningkefni Gilsarans, hvað eru að vinna með í dag? King of Sprengilægð. Það var Sprengilægð hérna. King of Sprengilægð? Það var Sprengilægð. Það er talað bara King of Storm? Já, en það var kallast þetta fyrsta Sprengilægðin sem er komið á klakan. Hvar var þetta kallað Sprengilægð? Það var allt. Í alvegni? Sprengilægð? Sérðu? Sprengilægðin kemur á morgun. Rúf, Sprengilægð. Sprengilægðin verður til. Sjáðu Sprengilægðina fara yfir Sæbraut. Þetta verður ógæsleg spurningakefni. Já, þú veist, Sprengilægð hjá þér þýðir eitthvað annað. Ég viðurkenndi það bara strax. Ég bara, þetta var kallað Sprengilægð. Ég veit hvað þú ert að fara, ég veit hvað keppnin er. Já, ég er eiginlega bara orðin stressaði fyrir spurningakefni. Það er bara Gorg að vera að ríða meira í ræðinni. Það er bara það sem hann að fara að spyrja. En við erum í stuði, vonandi þið líka kæru hlustendur. Hlaðvarp FM 95 Blu. Það held ég þegar að hlusta á FM 95 Blu hér á FM 957. Já, það er komið að brakandi fesku erlendu slúðröðum blöndil. Já, sko, talandi erlend slúður, hvað er langt síðan þú varst með Íslands slúður? Það er þetta góða punkti líka. Ég er með augljósar í dag. Helgi Rafael bara verið í dag. Sko, augljósar eru búin að vera á ís. Þannig að ég ætla að hendi þær í dag. Og í næsta þætti þá lofa ég því að ég ætla að vera með Íslands slúður. Ég kann að meta, en já, við erum með slúður hér og ég ætla að byrja þennan slúðurpakka á mínum uppáhaldsleikari. Ég held að hann sé minn uppáhaldsleikari. Hvað er það, Caprio? Já, Leonardo DiCaprio, hann er komin á fast. Hann er 45 ára gamall. Er hann búin að yngja upp ennina ferðina? Já, sem sagt, nýjasta kærastan hans heitir Camilla Morone, sem er rosalegt nafn. Og er 15 ára? Nei, það væri ólöglegt Steinþór, en hún er 22 ára. Og þannig að það er 23 ára millera.
En þau eru vist voða ástfangin og tala vinir hans DiCaprio hann hefur ekki verið jafn ástfangin lengi. En það sem að hún var í einhverju viðtali, þessi Camilla Morrone og hún var að tala að sko, það hún sem 22 ára, hún heima og hann jammar meir en hún. Hann var einhverju skemmtistæði með Miami daginn til 6 morgunin og hún segir að hann megi bara leika sér eins og hann vilji en hún minna fyrir þennan lífstíl. Það elskar að party. Já, það sko, hann 45 ára og hún 20 en hún heima bara að prjóna og hann á jamminu, sko. Sko, þetta ég elska Caprio. Þetta minn uppáhaldsleikari. En hann heitir Peter Pan í hann, hann vil ekkert eldast. Nei, það líka eitthvað dubjus af því að hann hann yngir upp á svona Hvað árgerð er DiCaprio? Hann 45 ára, hann hvað? 74 eitthvað. Já, hann sem sagt sko, hann yngir upp á 3 ára fresti, eitthvað svo leiðis. Hann mjög dulur að rótira, sko. Hann rótirar og hann alltaf með einhverju supermodels sem eru miklu yngri og það verður alltaf yngri og yngri meðan hann verður eldri og eldri. Ég ekkert að fara að dæma þannig sérstaklega, ég bara að segja sko að það svolítið fyndið að engin fyrirverandi konan hans eða kærastan hans en eitt hefur aldrei tjásið hann. Nei, aldrei. Og það eitthvað dæmi að hann láti konundar sínar að þetta eitthvað svona slúður skrifandi samning. Ég kaupi það. Þannig að þegar hann byrjar með þessari stelpu sem 22 hann. Hún skrifar undir samning ef þetta fyrir apaskít þá mátt þú ekki draga það. Sko, hann átti eitt langt samband og það var með Giselle Bundchen sem í dag með Tom Brady. Já. Og sem huguleg. Já, virkilega huguleg. Hann ég held við getum alveg sagt að DiCaprio sem típu. Já. Þetta eiginlega allt mótel, svona supermótel sem hann hann svolítið að vinna með það. Já, en þetta var ekki merkileg slúður en hann meira á skrallin en hún. Ég meina, enda hann ekkert eðlilega flottur. Hann geggjaður. Þú veist, það kemur ekkert óvart að hann vaði í einhverjum supermótelum. Hann ekki mikið í leikonum, hann bara í mótelunum. Já, ég myndi byrja með DiCaprio og segja mig það og skrifundur samning bara strax. Já, samningurinn á lofti á það hjá hann, ég trúi ekki það. Ég meina, hann elskar að party, hann ekki eini gæðin í Hollywood sem elskar að party, sko. Nei, talandi að elska party, við erum búin að fjalla það hér síðustu 2 föstudag. Justin Timberlake, hann hattar ekkert að fá sér í glas eða allavega fekk sér Your hero aðeins í tanna, hetja mín fekk sér aðeins svo mikið í tanna þarna daginn og sást leiða einhver aðra stúlku, en nú var það komið ljós, þetta síðasti sinn sem ég fjalla þetta mál, við erum búin að ræða þetta alveg fram og tilbaka. 3 þættir raunum. Já, en það komið á hreint að það var Jessica Biel sem að bað Timberlake að biðjast afsökunar. Þannig þótti þetta víst mjög vandræðalegt og hún vildi opinbera afsökunarbeiðni frá honum. Já, fólk hefur fótið líka verið að spamma Instagram með okkur töðu þetta, sko. Annars svo róa the fans niður, sko. Já, en heimildamaður segir að þrátt fyrir skandalinn hafi valdið nokkru fjadrafóki standið þau hjónin saman í blíðu og stríðu. Þannig að það allt í guddi en hún bað sem sagt hún vildi að hann myndi biðjast afsökunar opinberlega. Hvor meiri hetja í þínum augum? Það Timberlake eða Jackson? Alltaf Jackson. Hann búin að vera með andlit Michael Jackson á Íslandi. Það rosalegt. Hann ekki andlit Justin Timberlake á Íslandi. Nei. Það hræðilegt að vera andlit Michael Jackson þar sem hann var eiginlega ekki með andlit svona síðust ári. Já, líka bara að vara vesina, sko. Það ekkert staðfest. Varst ekki með plaggut af MJ inn í herbyggi? Það sást ekki vekk hjá mér þegar ég var 10 ára, sko. Út af með MJ? Já, bara Michael Jackson. Þú ekki með Timberlake plaggut heima höður hann eitthvað? Nei, hvað gæti að spila inn í að ég þertuður, sko. Hvaða útgáfa af hún fílaður best? Hann var náttúrulega bestur á thriller tímanum, sko. Já, það svona kannski. Hann var hann geggjaður. Jöfullur geggjað ef að blöð fyrir rauðajakka. Ef hann tekur dansinn í sjálfanum. Já, hann gerur það. Herðu, svo ég með við erum að selja Ég ætla að vera fremst á gólfið þá. Herðu, ég ætla að enda slúðupakkan fyrir ykkur. Ég með stótt slúður. Næsti mól Macaulay Culkin. Já. En það svolítið fyrir Stoney. Já, það fyrir Stoney og hann, var að svona gefa þetta, hann eiginlega tilbúin að fara að leika í alvöru bíómyndum aftur, hann fann að sakna þess að leika, hann fekk ógeð og svo segir hann hér fekk ógeð því að fekk engi verkefni, sko. Já, það fekk ógeð hverju, Home Alone 1 og Home Alone 2 hvað sko? Það er My Girl. Já, og þú veist, þetta alltaf þegar hann krakki, hann var 7 ára í Home Alone. Hann fekk hann svo bara ógeð alveg frá 13 ára til 35 ára.
Hann fekk ógeð á lífstilnum og öllu sem fylgir Já, ég veit að og núna svona tilbúin að fara að leika aftur. Ég held að hann geti fekk fullt af hlutverkum, en þetta ennþá Macaulay Culkin, hann lítur að geta leiki. En hann segir hérna í viðtalinu að hann jafngamall í hann, fættur 1980 og jafngamall í ég og Egil, og hann segir að hann hafi líka ekki þurft að leika og þarf ekkert að leika peningana vegna, og hann bara fann að langa að gera það aftur. Og þá fór ég að tjekka, vitið þið hvað Macaulay Culkin metin á? Nei. Hvað myndið þið skjóta á? Nettverðið, ég myndi að segja ekki mikið meira miljard. Nei, ég myndi að segja $150 milljónir. $150 milljónir? Það er allt og mikið. Það er bara eins og Timberlake sko. Nei, Timberlake er svona 3-4. Án ekki breykið það. Ok, þá segir ég $40 milljónir. Nei, Hvað, betur á hann ekki krónu? Skjóttu þá? Það er svona, ég myndi segja max 10 til 14 Egil er svo gjörstilega með það. Hann er metin á $15 milljónir. Já, Hvað hlæður það því? Það er einhver miljardur. Það er 1,5M. Prófa að slá inn bara... Sko Nicolas Cage á 0. Prófa að slá inn Það er sko mikið Hollywoodleikur sem eru með all lóðri. Ok, prófa að slá inn núna bara einhverjum úr Neighbors og aðtöðu hvað hann er með. Já, við vorum búin að segja Við metum svona 1 miljón kannski. Tóri. Já, Tóri er kannski Það eru Hollywoodleikara sem hafa leikið fleiri myndum en hann og eiga ekki eina krónu. Macaulay Culkin bara fóru vist mjög illa með hann og tók allan peningin. Pluss að það var að fóra á dæluna. Það var típist að hann ætti Zero Dollars. Þetta er kannski bara velgert ég er samanlaglega yfir miljard sko. Já, ok, það er kannski bara flott hann stundi helt hann eftir 300 eftir dæluna og svona. Nei, máli er ég held bara, þú veist, eins og að þú ætti að slá inn nema að sé ennþá okkur ef hann ennþá að fá cash að fólk fara og horfa Home Alone hann fær ekki krónu fyrir að hafa bara leikin. Nei, ég er að spá sko vinsalir Hollywoodleikarar þeir eru í kringum sko 800-900 Nei, þú ert nefnilega miskilið þetta rosalega. Vinsal Hollywoodleikar er í kringum 100 Já, ég get lofaði því að Justin Timberlake er ekki metin að meira en 300 250 kannski og þú veist að Beckham sem alltaf hann er metin á 400 og sko meðan að sinnum sko meðan að þinn við Björki Tór er komin yfir 2B sko hann er búin að vera yfir 2B lengi hann var að keira svo upp daginn loksins að maður getur sagt vinnuðin Björki Tór þeir eru félagar, við erum að gefa stenda ég langa líka til þegar hann bókar okkur í dinner með það fyrir allir því saman félagin það verður bara 100%. En svo ætla ég að enda slúðupakkan að því ég gerði Macaulay Culkin fyrir stenda ég er með smáhanda þér Egil, veist þú hver Armando Christian Perez er? Já, það er Pitbull Það er hárrétt hjá þér, Mr. Worldwide eða 305 eins og hann er líka kallaður Mr. Worldwide Það er einn besti tónlistarmaður í heimi Hann er strekt barnafaðir og hann er að hugsa að taka að sér Vegas og það er einhverja pælingur að hann verði með svona Vegas-sjó eins og Celine Dion Já, Celine Dion kvartar ekki mikið sko Jennifer hann er ekki að kvarta neitt sko og fleiri Pitbull að fara að vera er Vegas að verða Atlantic City Hvað myndur þú skjóta hérna Steindi að Pitbull sé gamal? Ég myndi að þetta 55 Hann er ári yngri en ég Nei, er það? Já. Ok, ég var svona aðeins að gíska Ég var aðeins að tjóka með 55 en ég hefði gíska á svona 47 Hann er 38 Hann var að gefa út nýja plötum daginn Þú eru ekki að gefa nýja efnunars eitthvað tjens Já, bara ef að væri spilað einhverstað þá myndum við spilað líka Þetta var slúðurpakki dagsins og hann var bara nokkuð góð þau segja sjálfur frá En við skuldum auðlýsingar FM 95 Blö alla föstudaga á FM 957 Hlusta hér á FM 95 Blö á FM 957 Auðun Blöndal, Egil Einarsson og Steinþór Hróa Steinþórsson afmælisbarni með ykkur til 18:00 í dag það styttist í MC Gauta, hann kemur hérna eftir við tókum upp með honum klefa í dag þar sem að hann laugað mömmu sinni hann hefði fengið sér 2 bjór og keyrt á ekki missa því, það er stórkostlegt síndal og svo er spurningkeppni Gilsarans líka réttanda á hotni en Steindur, við ætlum að breyta til oftast er ég með kortmyndur freka núna en við ætlum að henda okkur bara í kassi hjá þér Já, við ætlum að henda okkur í myndur fyrir kess og ég sé það í dag og ég er helviti spenntur að heyra svörin og hérna það eru 3 ára eins og alltaf og eigum við ekki bara að vinda okkur í það Já, það er ekki eftir neina að byrja með þetta Sko ég ætla að byrja aðeins að sko, ég gerir ráð fyrir því að þið séu bara meðalgreindir gaurar Við séum, hvað er meðalgreind? Meðalgreindir, nei, 90 til 100 í grindastölu Við erum að vinna á FM, þannig að meðalgreindir Algjörlega, þeir eru meðalgreindir, ef við ekki bara segja það Við erum ekki að vinna á NASA, sko Nei, og spurningin er svona myndu þið lækka greindavistölun ykkar þeir eru 50 fyrir miljard Hvað voru sko, 70?
Er það? Forrest Gump 70 Var hann 70 þá 50? Hann er bombókinni í 50. Það gengur ekki með fullri virðingu fyrir þeim sem eru með 50 að fá Það er helviti Já, nöðalegt. menn þú væri greindaskeftur. Já, ef að Forrest Gump er 70 og ég verð 50 En af hverju þá þarf þú ekki að segja mér ég er En greindaskeftur akkur segir að Forrest Gump, er þið vissum hann Það var hafi verið sagt í 70? myndinni Your son has IQ of 70. Það er út að keira okkur í 50. Þú getur verið svona reynmenn og ótrúðustu hluti Egill, að muna þetta Muna þetta Já, og ég- Forrest Gump Ok, er þetta ef að segja þá bara Segðu það frekar 70 Forrest Gump var nú samt alveg skemmtilega Það setja okkur á pari við Forrest 60, Gump. nei 60 Aðeins heimskar en Forrest Gump Aðeins heimskar en Forrest Gump Forrest Gump var nú Hann var nú alveg klár á Hann stóð sig sínu vel sviði. og Hann góður í stóð sig vel á- hernum. Já, Fótt mikið. Sko, fyrir hvað mikið pening sagði? miljard Nei, So I just kept on running. Erum við að fara í þetta? Nei, þú Og hlaupa bara í einhverja 300 daga. Nei, þú þarft ekki að tala eins og hann og vera Hann var náttúrulega líka greinilega með einhverja skona einhverfu í myndinni En ég er að tala um að, þú veist, þið væri bara Já, þú veist, ég er að tala um að taka núna Ég held að þið séu með svona 90-100 gröndastur Ég ætla að gera ráð fyrir því Við keirum hann niður 60 verðst ekki á vissum að við séum með 90 Nei, þið gætu verið ekstra kringum 80 Ég keir hann niður 60 Ok. Fyrir miljard Sko, en það er sko alltaf pros and cons. Já, já. Þú hefur ekki áhyggjur af neinu. Nei Eða svona ignorance is bliss Já, dæmi þú veist, þú hefur ekki áhyggjur af neinu, sko. Nei, nema peningunni Þú veist. Miljardamenningur Og veist, það er hel gáðaliði sem er að hérna drepa sig, ekki lesa yfir sig og heimskaliði. eitthvað svona. Já, hann er sko Ég bara gæti ekki gert fjölskyldinu minna vakna alla daga, skælbrósendi, not a worry in the world, sko. Ég veit það, þetta er Já, náttúrulega því þú ert svo léttir. vitlaus. Já, það er mikill léttir í því líka Já, ég get ekki gert konu og barni það Ég verði heimskar en Forrest Hvað, Gump komið er mikið- miljard á eldursporðið bara á morgun? Herru, þú ert að fara að bring the food to the table, sko Ég Er verði þú út að bomba okkur í 60? Ég myndi skoða þetta fyrir kannski 75 Þannig ég verði aðeins Forrest gáðari Gump, hann skilur, hann gæti valla lagt saman tvo, sko. Hendum þessu upp í Gump Þetta er 70 Ok. Fyrir miljard Ég verði að segja leis Þú segir samt nei? Já, fjandinn Hendum þessu upp í Gump. Þú ert basically að spyrja hvort þú vilja vera jafn vittlausur og Forrest Gump fyrir 1 miljard Já, já, og þetta er bara fellingspeningur og það er ekki svo hann hafi verið það vitlu, sko Nei, það sem að hjálpa á honum, hann var svo hæfleikaríkur Hann Já, já. geggjar í bortinni Já, já, þú er bara, hann var heyrðu, ég spilaði bortinni svo geggjaður En erum við jafn góður og hann var í bortennis? Já, já, þið megið taka hans hæfi líka Það er strax komin Ok, heyrðu, blústar, sko. umörum þetta bara Þið værið bara Forrest Gump, nánast eins og hann Fyrir miljard Ég ætla samt að segja leik Já, Þetta er góð upp að það er samanlega blondi að ég þarf að gera neyða það. Þið hendur nei á þetta? Já. Jæja, ok Fín Herru, spurning samt. Já, já, það var önnur spurning Mynduðu láta tattúa andlitið á mér Brosandi með smellu Við hliðin á tippin á okkur Fyrir 50 miljonir Já, Er það? já Hvar Málega, bara þegar þú ert að pissa á náran eða? Eða svona náran, bara eins nálægt þú getur Réttur ofan eða við hliðin á því eitthvað Þetta er, þegar þú ert að pissa Það er alltaf andlitsmynda mér Já, Þú hræðilegt. sérði í rauninni tippið margótt á dag Nei, þú sérði ekki tattoo, veist, ég er ekkert að þú varst að halla þig svona fram til að sjá það Já, þú myndir alltaf sjá það, það er spurningi Það er Ekki ef þú alltaf getur tökku tokka þrá eins og pissa setjandi. Sér það aldrei, sko. Nákvæmlega, það er Það bara er strax styrtuð eitthvað. Já, ég meina þú, jú, Þú það er sleppir í að horfa niður. Það er hægt að taka Sérðu aldrei? Nei, það er hægt að taka tokka þráns á þetta En það er ekkit alls slæmt að sjá mig þú ert að pissa Það er bara þú ert kannski bara að detti í gýr með einhverju Já, þetta Þú var veist, með kannski- konunni bara, þú veist, allt að gerast og ég veit ekki, kannski er þetta úr sokkunum dagur Þetta er skrítið- veikur heima Þetta er og skrítið- ég er það, Já, sko Þetta er skrítið fyrir konuna í jólajaflinu. Já, við konan þyrstum bara að halda áfram að vinna með að hafa allt slögt Skrítið fyrir konunni jóla Takk eitthvað Takk Þetta er gott teipa yfir þetta. Já, ég, sko, fyrir 50 miljónir stendi Það er þetta þetta plástur á slökka það? ljósin. Þetta er nánast- Góð punktur á bland. Sko, pissa svo tókið þráins og slökka ljósin. Fyrir Problem jólajafli. solved. Sæmi inn Kóðum þess að 50M. Sama hér 50 miljónir, það var 3 mynduði fyrir 100 miljónir á mann Auðun Blöndal, 100 Já, Egill Einarsson, 100 Já, er það sem að þið er að fá 100 á mann? 100 miljónir á Hann er mann ekki áherslu upp að hann, ég er alveg með þetta, ég er spenntur. Ok Þetta er life changing amount að fá þetta bara allt inn á morgun sko, finnur lúuna Fæ ég þetta morgun í nú lú? 100 milljónir. Þetta er í beinhörðum með. Þetta er í beinhörðum Með lúuna? Já, Ok. þú veist bara, já, ég skjala þetta sko Ok. eitthvað 100 miljónir á mann fyrir að henda ykkur í græna namipókan Já, við þeir saman Já Þurft að er annar að gefa og hinn þykja að þurfa að skiptast á
Þeir þurfa að skiptast á. Það þurfa báðir að fara á nammipokkan. Græni maður. Er það hérna, þetta tala þá jólajafl með póka eða? Ná, græna nammipoka. Ég líka að styrir ekkert jólalegt auðvitað, já. Sérst, ef við útskjöfum hlustundum sem hún talar með græna nammipókan. Já, þá er það bara... Þá ertu að setja gamla nammipoka á tippið þér og jólabúf. Það er rosalega... 100 Það eru voldar 5 mínútur. Já, þetta eru 100... Var þetta 5 mínútur, það er það? Já, ég held að koma með það, en ég hefði nú kannski frekar bara kasta... Ég er að tippa á average tíma sem tekja mig landa blandi eða hámark. Ég myndi halda að það væri cirka 5 mínútur. Ég get lofa að taka því svona 3 mánuð. Það var engar áður. Bara... Tíma að láta blanda lág hámark. Ég er ekki að grínast núna. Þú fegst mig til að hugsa þetta. Ég myndi ekki ná honum Þetta eru 100 miljónir og þeir eru góði félagar. Þið getur líka sagt bara, nú tökum við bara kassan. Við tökum bara einn bláar Smirnoff hérna. Jú, veistu það. En ok, ein mjög mikilvæg spurning. Myndi fólk komast aðeins? Nei, þetta mætti bara vera milli ykkar. Já, þá myndi ég segja já. Hann myndi bara segja fuck it. Það kemst enginn aðeins. Þetta er óþægilegt moment sann sko. Já, hræður. Já, þetta er alltaf vesen þegar svona, já, ertu tilbúin í það? Og strax og eftir líka. Komst þú með pókana? Nei, ég myndi náttúrulega að gera díl við því að þetta er aldrei rætt eftir sko. Ef enginn fréttir þetta þá fuck it, send mér 100 miljónir bara í skjalatur. Þú veist að Bjöggi geti sponsað þetta. Það er ekki lengur bara að babla út af En þá vita fleiri þetta. Já, góða punktur. Ætlar að lífni í henging, ég sagði já. Þetta spist út. Þetta er 50-50 á mér einhvern veginn. Já. Þetta er grænt nammipóki. Þetta er 50-50 á mér líka allt í hennu. Já, nei, byrju, það er öll er að bakka út af þér. Þetta er 100M, það meiðist enginn, þetta er ekkert eitthvað. Það meiðist, nei. Það er ekki að missa okkur útlim eða... Það ætla ég að vona ekki. Nei, þetta verður bara, þetta er heiðalegt. Já, ég segi já, maður fréttir þetta. 100M. Og það er græn 5 mínútur af leiðundum. Já, sænaði minn. Já, þetta heyrðu helvítar í ánæði með. Þú ert að hlusta á hlaðvarp FM 95 Blu. Það held ég þér að hlusta á útvarpsþáttinn FM 95 Blu á FM 957 og já, Egill hann er farin fram að pissa en það er komin góður gestur í hans stað. Hann kallar sig MC Gauti. Vertu velkomin Gauti. Gott að sjá þig. Takk fyrir það. Þú ert eitthvað að rýbranda nafnið þitt eitthvað svona. Nei, ég segi ykkur sögu frá því. Þegar ég var búin að rappa í svona 3 ár að ég var kallaður MC Gauti alveg frá ég var 30 ára. Nei, 30 ára, frá ég var 11 ára. 30 ára. Gekkjaður að 30 ára MC Gauti sko. Og byrjaði bara að rappa þá. Nei, og ég fekk einhverju hugmynd og ég vissi bara ekki hvað þetta þýddi. Ég ætla að breyta nafninu í MC Englarik. Og hugmyndi mín var samt að ég vissi ekki að það væri dóp. Og þá ætla ég að það var ég svona einu sinni var ég Engill, nú er ég ekki lengur. Þetta er svona djúpæling hjá Já, í rappinu. Já, 14 ára guður. Ég meina, breytni í Rikinu. Já, núna er ég er svona Rik af Engli. Ég er Englarik. Ég er MC Englarik. Og gaf út 2 lög undir MC Englarik. Það er reyndar, þegar þú segir þá er þetta full fallegt nafn á ógeðslu eitiliði. Já, Englarik. Já, þetta er fallegt. Þetta er, já, nei, en rebrand, ég held að það sé bara ekkert í búði og ég orðin sáttu með þetta. Það er ekki bara Puff Daddy sem var í því rögli. Ég fór upp í Diddy og eitthvað svona. Það er ekkert fleiri sem hafa verið að breyta. Jú, Snoop Dogg fór í Lion og eitthvað. Já, Snoop Lion, en það væri ógeðslega skrítið ef ég myndi núna eitthvað fara eitthvað að reyna að kalla mig eitthvað annað eða byrja ykkur hljómsveit. Ég ætla bara að kalla mig MC Doobie eða þú veist, DJ Lísalotta eða MC Sheffer eða eitthvað. Síðan líka ef ég væri eitthvað svona, nei, ég get ekki kallað mig MC lengur og fara bara að kalla mig Gauta, þá er svo mikið að gefast upp á öllu sem ég staði fyrir. En það er stundum dálítið skrítið að eiga 3 börn og segja við hvað vinnuru? Það er rappari. Ég er MC. Sem að mér langaði svolítið að spyrja talandi það, því að nú er einhvern veginn, rappi virkar einhvern veginn þannig að það eru, er það ekki bara rétt það er oftar að koma nýjir ungir gaurar inn í rap heldur til dæmis, það er ekki komið nýr Frikidór eða, veistu hvað ég er að meina? Ég veit hvað þú meinar. Og er það pirrandi fyrir svona, já ég ætla bara að segja legend in the game fyrir þig þegar þú heyrir einhvern nýjan ferskan koma og þú ert bara fokk þetta gott maður djöfis. Nei, maður bara passa sig að gera lag með honum fljótlega. Þessi er góður, það drífa sér í lag. Nei, en þú veist það er það ekki líklega bara freka kvartning. Nei, finnst það geðið. Þá er alltaf senan alltaf að vera stærri og stærri, vinsalli og það lítur að vera pláss fyrir marga. Það er svo lengi sem að rapp er heitt
og fólk að gera eitthvað, því meira að gera mér líka. Já. En síðan, auðvitað, innst inni maður auðvitað í keppni og þó maður sé, ég ekkert að vona að gangi illa hjá Árna Hnetusmjör. Hvað segir þau? Fyrirgefstinni? Ég ekkert að vona að gangi illa hjá herra Hnetusmjör. En samt auðvitað vill maður gera betur og það gaman að vera í keppni toppsæti og ég menn eins og staðinni núna, þá Árni bara trónur á toppnum og finnst þér hann svona stærstur í leiknum í dag? Hann langstærstur, það ekki? Myndu þú ekki segja það? Jú, hann alltaf svona gaurinn sem svona á Spotify listana og hann bara likeable og góður, geðveikt góður að rappa og bara geggjaðu góður, bara góðu góður. Já, líka, hann líka með elementi, sko, hann líka góður live sem að reyndar, ég verða að gefa þér, mér finnst þú bestur live. Já, takk fyrir það. Það sturglust Takk fyrir það. En ég var einmitt að vera að spyrja líka, því að þú sagðist þér eru búin að rappa síðan varst 11 ára. Þú veist, þetta eru svo mörg ár. Það ekki komin svona moment sem bara svona, ég ekki að fara að keppa við þessa gæja. Náttúrulega ég veit Árni búin að vera að rappa líka ógeðslega lengi og margir. Ég að tala þessar nýju gaur sem að koma upp. Það ekki meira bara svona, ok, það allt í lagi. Þeir bara að gera sitt, þeir koma upp og þeir vera heitir, sumir í kortir, sumir miklu vera stærri. Ég ekkert að Ertu ekki bara svona komið bara svona, ok, þú komin í þá á þann stað að, ég meina, þú getur verið að hendi tónleika í Háskólabíó, skilur, sjó. Það nefnilega málið, þetta breytist ég ekkert að fara að reyna að keppast við það að vera í nettustu fötunum og eiga mesta hitan á preikinu, sko. Þetta maður þarf bara að þroskast og þróast í það átt sem að vindurinn líka, sko. Það svo í öllum. Og eftir menntaskólaböllum koma árshátíðir og síðan opnast því stærri markhóp sem er komið með, eins og núna með Júlevenir að núna náttúrulega bara að rönna batteri sem tekur marga mánuði að skipuleggja. Já, og það alltaf að vera stærra og stærra Júlevenir, eða ekki? Já, við byrjuðum þetta byrjaði náttúrulega bara sem alveg Gamla bíó, eða ekki? Jú, 2017 Komið í Háskólabíó? Ætluðum að selja 1 gig, seldum upp 7, fórum síðan í Háskólabíó í fyrra og seldum þar 3 sali og erum núna með 4 sali og það er uppselt á Júlevenir í ár. Og ég ekki að ljúga, það eru 32 miðar eftir. Það eru 32 miðar eftir inn á tix.is. Ok, þannig að þetta að fara, en það ennþá séns. Þannig að fólk getur farið inn á tix.is og keypt síðustu miðana. Það var alltaf bara að gera bara núna. Þú komst í fyrra. Já, þannig að þú veist svona að hverju maður Ég er bara komið í 2 ár, sko. Já, þú komst gaman bjóðin. Já, þetta er bara geðvikt, ógeðslega gaman. Það sem ég er gaman, að það er svo mikið að jóldóti og það er líka bara sem við erum að fara að gera. Við erum bæði og með jólaball líka, kallið minn. Engi keppni, við erum deginum áður. Það er ekki líkið svo saman að vera með tónleika í Háskólabíó og vera með ball í Sjálfamörn. Mér er bara heila óþægt að hlusta á þetta. Ég er að fokast. Ég er samt að gefa ykkur, ekki uppselt í Sjálfamörn. Ég er nánast uppselt. Það gerist, meiri þess að við erum með AK Extreme á hverju ári sem var reynda að fóra í pásu síðast ári en það er alltaf pakka hjá okkur. Við seljum aldrei slatt, við erum ekki að selja mörgundur með fórsölu. Þetta er ótrúlegt að þessi að selja uppsælan fram í tíman. Já, það er nánast bara, þú veist, það er bara fáið með eftir það, sko. En þetta er líka ég hef aldrei, er eitthvað hægt af uppselt, er ekki alltaf bara 100 viðbót. Nei, trúðum mér, við ætlum að reyna það má ekki. Við erum bara það, við getum ekki 100 viðbót. Er ekki bara auka ekki í mælifilli, ég kom með rafmagn og krókinn. Nei, það sem ég ætla að fara að hrósa fyrir er að, þú veist, það sem við náttúrulega erum að gera og við erum bara búin að gera náttúrulega mjög lengi er að þegar við til dæmis komum fram live sem er náttúrulega miklu sjaldnar en þú, við gerum þetta aldrei, sko. Við gerum þetta einu svona ári kannski, max, er að þá erum við líka, þetta vöndum okkur og förum all in, en við erum líka að hafa gaman og þetta er flip, við erum að djóka, sko. Við erum að búa til geggjaða stemningu. Við erum ekki, það kemur enginn til að hlusta á Auðun Blöndal syngja því hann syngur svo vel. Við erum að fara að búa bara til, við ætlum bara að búa til tjólaða stemningu. Og það er svolítið sem ég tengi, sko, það er Júlevenir. Þú veist, það er engin, þú veist, þetta er svo rugglað sjó. Þú veist, þegar ég fór í fyrra, þú varst crossfestur á sviðinu. Já, það var ekki að grínast þetta. Það var crossfestur á sviðinu. Við erum alveg að tala um þetta. Skrítið af fjölskyldusýningunni að gera það, sko. Við glemtum að taka út. En þú leiðið þið samt að fara þannig. Handrit, þú veist, ef við myndi, þú mátt alveg, sko, að því að það eru reglur í Júlevenir. Við sem sagt aldrei sama sjó aftur, ekki aldrei spila út sama þó við séum með sömu artista að hluta til, sko, en við spilum aldrei út sömu atriðunum. Þetta verður, ef þú ert að kaupa miða
yfir 5 skall, það finnst mér bara Þú ert að fá eitthvað nýtt og skuldi krátinu og Ekki við erum þokkalega ódýri sko samt með að við hérna restina af jóla Pakkið? Já, ég ætla að segja jólaprömbunum En það eru, sko, við erum ekki að fara að sleppa það, Gutti, því að við ætlum að fá til að hrekja eftir mömmuðina en við komum betur inn á hér eftir smá, við ætlum að fá 1 lag en það er ennþá til nokkri, svo ég pluginu fyrir, hvað það er, 30 miðar inn á Tix.is. Það er þessi 30 miðar og bara drífa í, sko, ég er með þess að pæli að kaupa og bara selja á uppsprýttu verði FM 95 Blö, alla föstudaga á FM 957. Þættir fyrir að hlusta á FM 95 Blö hér á FM 957 og eins og við tölum án að þá ætlum við að plata Gauta aftur í, hrekk á mömmu sinna. Já, sko, síðast þegar hann hringdi mömmu sinna þá var hann að tilkynna henni að hann væri ekki raunverulegur faðir barnsins. Já, hann væri farið í DNA og það er komið slæmar fréttir út í það er bara verið vesinn. Það var óþægilegasta símtal sem ég tekið á æfinni. Það var rosalegt, sko. Ég er ekki greinast, Logi Bergmann hefur lappað upp á mér kreft nefan og sagt svona gerir ekki við mömmu og hann var ekki hrifinn af þessu? Nei, hann bara, við erum að tala um bara næstu 2 skipt sem ég hitt, hann var bara heilsaði mér. Samt finnur ekki meira bara fucking meira hrekkjusvín en Loga Bergmann. Hann gaf hann ekki út ykkur og svo hrekkja ból. Hann er að rífa kjaft. Hann er því bulli, hann getur ekki, sko, hann getur ekki sagt neitt. Þetta er eins og ég fara að banna falda myndaðir. En hérna, sko, af því að það gekk svo vel síðast og það eru liðin 4 ár og það langar okkur að plata þig aftur í að hringja mömmuðina, Gutti. Greið mamma þinn, þetta er reynda svolítið, henni til varnar þá er þetta svolítið svona þema hjá okkur, við hrekkjum mömmur okkar mikið í svona þetta. Og hún er líka töffari mammans, þannig að ég held að það væri gaman. Já, ég veit samt, ég er ekki, sko, við getum ekki farið aftur á nákvæmlega sama level, sko, það var svona, að ég tók af henni í raun og veru, hérna, ömmubarnið þetta bara í nokkra sekúndur. Við ætlum að láta hringja núna og segja við erum ekkert þessum 3 bönnum. Nei, en konseptu okkar í dag, þú ert að hringja með miðina og þú ert basically að því að nú ertu náttúrulega að fara að vera með júlaugunar, það er mikið að gera, þú ert að keyra mikið, það er að funda mikið og allt í regli. Þú fegst þér nokkra bjóra, kannski bara 2, 3, 4 og lendir í umferðar óhafi og þú ert basically bara, heyrðu, nú þarf þú bara að stíga inn, sko, þú ert mamma mín, þú tekur þetta bara á þig. Þú ert einhvern veginn að reyna að plata hana í að hjálpa þér úr þessum aðstæðum að þú hef fengið 2 og kert á. Shit. Ég veit, þetta er hræðilegt og það er bara, þú veist, þetta er ákveðið forvarnarsímtal. Og ég er pínu forvartin að heyra bara hvernig mamma henn tekur í þetta. Ég nefnilega sko, ég veit það ekki, annarkvort sko, ég veit það ekki. Ég veit ekki hvað hann er að fara að segja við þessu. Þetta er samt alveg, þetta er töluvert ljúfara en síðasta tótt, þannig ég er alveg svona, ég held ég sé alveg tilbúin í það. Ertu ready? Já, nei, ég er það ekki og ég veit ekki ég veit ekki alveg, hérna, gerum þetta bara. Já, segja bara, byrja að opna þetta bara, segja bara oft í vesinni. Já, ég gera það. Halló. Hæ, hvað segirðu? Hæ, skan, allt fínt bara. Þú? Bara ágætt, ég sko, ég er smávesinni en ekki miklu. Ertu við vinnu það? Já. Ok, ég er spá hvort þú getur bjarga mér úr einu. Þetta er ógeðslega grilla sem ég er að fara að segja en þú verður bara aðeins að bear with me. Já. Að hérna, sko ég veit ekki eins og hvernig ég að segja þetta, sko. Hérna, ég var í áðan fór eitthvað út að borða með strákunum fyrir júluvinnar. Já. Og hérna ég fekk mér 2 bjóra með matnum og síðan fór ég upp í bíl og var að keyra tilbaka og keyrði utan í, ég keyrði ekkert áneitt, sko, en ég keyrði samt utan í hérna keyrði utan í bíl og þá gaur inn í bílnum og hann sá ekkert að ég var að keyra og ég panikaði bara en hann hefur potið tekið niður númerið og ég bara keyrði í burtu, sko. Ég bara brunaði burtu og ég var að spá að því ég meika ekki að ég er náttúrulega með í blóðinu og hérna ég er að spá hvort þú getur mögulega tekið á þig að hafa verið að keyra bílinn bara, þú veist, sagst bara eitthvað, ég veit það ekki. Það er ekki hægt vegna þess að ég er í vinnu og ég er að vinna á þannig staðgauti að ég verður spurt um það þá er ég í vinnu hérna, ég er á símavakt. Herðið, býtu, sitt, það er að ringja á henni, þetta er örugglega löggan, sko. Má ég ringja aftur eftir hálfa? Ok, skam, já.
Hæ, hérna, þetta var sko Gauti, Já hvernig ósköpunum dettur þetta til hugar fyrirgefðu að ég spyr bara að gera þetta á bílum. Ég sagði þeim að þetta væri þú, sko Ég gat ekki gert þetta alltaf að þú væri á bílnum, sko Hvar er bílinn? Ertu galinn, Gauti? Hvað er þetta að gera? Ég bara veit ekki alveg, sko Hvar er í fokkinu? Er bílinn? Herðu, ok, núna, nei, jú, strákar, ég get ekki með Bíllinn er hérna BFN 95 blöð Þetta er hérna Þetta er svo grilla að þú er svo mikið fólviti. Bíllinn er bara Hvað er það að gera? Þjánandi. Já, það Gaut er svo þægur. Það var ekkert í gangi. Við erum bara, þú ert í hérna Þú ert í útastættinum FN 95 blöð. Þetta er Steindi hérna á Ötti. Fokk í ykkur strákar. Mamma, sorry, sko Fyrirgefðu þetta bara Gauti. Nei, nú ertu alveg að fara með líf þitt. Gauti, af hverju þetta setur svona mikið auka álag á mömmu? Já, mista ljó Þú bara við neytti mig Steindi neytti mig Mér langaði, veistu, hann ætlaði Þú ert að Steindi? Upprunlega ætlaði Steindi að vera með miklu grófara símtal og ég tók fyrir það þetta er svona light Ég ætla að spila útgáfuna í þættinum sem að Steindi sendi mig skilaboð í morgun Ég hef verið fáránlegri fokkin hugmynd Ertu að gráta? Ertu galinn? Ná, ok Ég berja Steindi spati í hitt annars. Hlaðvarp FM 95 blöð. Það held ég, þeir hlusta á FM 957. Það er föstudagurinn 13. desember. Við erum í jólagýr félagarnir. Það er vika í Sjálan, mennur léttir. Og við erum að fara í virtasta dagskólið FM 957 sem er FM 957, 95 blöð Er þetta næst virtasti dagskólinn á allir í stöðunni í sögu FM 957. Og það er vika í Sjálan. Næsta laugardag er ég að fara að vera Þetta er 8 daga. Já, er ég að fara að vera að sturlast í Sjálanum. Öri, ég þarf að segja, þú voru að koma í Muscleboy-settið og taka stera útgáfuna á Jammy Kvöld. Þannig að þá þarf að kalla á þig Get your ass on stage, verður á tilbúin, ekki skýta á þig. Það þarf að kalla hann á ennsku Stóni, get your ass on stage. Ertu búin að taka stera útgáð á Jammy Kvöld? Já. Ég er 100% að mæti það. En eins og ég sagði hér án þá komið að virtasta dagskólið FM 95 blöð Það er ekki spurningkeppnin, hún er næst Er hún tilbúin hefur? Já, King of Sprengilagð. Já, og ég bara Í rauninni bara King of Handling Bad Weather. Þetta var alltaf á ennsku. Það er betra. Sprengilagð er, þú veist Þetta er bara, þetta var það vont viður. Þetta var fyrsta sprengilaðin. Þú er mjög gaman að því orðið en við ætlum að róa þetta aðeins fyrst og fara í störglaðar og eitt af þessi er rosaskítur af því að svo er líka augljósar eftir. Akkurat. Eru þið tilbúinir? Við erum klárir. Lítill svefn eykur löngun á kynlíf, eykur löngun í áfengi og eykur þunglindi. Þetta er sturglu staðrind. Býtu þetta eykur löngun í kynlíf? Já. Ég er akkurat haldið öfugt. Akkurat. Það er svona eina af þessu sem En býtu langar eitthvað meir í áfengi og þreytur? Ég skil ekki alveg heldur, nei maður er bara orkulítill og þú veist, þú sækir eitthvað svona feik orku. Það er áttspunktur. Já, ég kaupi þunglindi, þú er bara illa sofin og fer að vera Þú séð þunglindur. ekki hægt að borða holt út á sofun, leita bara í rusl. Já, Ég kannast svolítið við það þessa dagana en þetta er alltaf sturglu staðrind. já. Eru þið oft þreyttir á græðir eða út í það farið? Ég sef Steindi nú getur kannski svarað þessu betur. Ég sef nú ágætlega, sko. Ég Finnst leiðilegt að sofa samt? Mér finnst leiðilegt að sofa og Ertu með út alltaf með vesinum svefnin? Kæfisvefn. Ertu með grímuna? Nei, málega er ég er ekki að vakna á nóttin út Þú veist, þú getur keypt þessa grímu á netinu á nokkra $1 og hvað hindi henni 3 daga. Já, ég meina Þú hvílist á nóttinni. Ég veit bara ekki hvort það virki, sko. Það virkar 100%. Það voru að sína með þessa grímu. Það virkar 100%. Já, málega það, ég vakna ekki sjálfur mikið fyrir þetta, sko. Nei, en þú hvílist ekki. Ég hvílist illa og ég er á móti Takk svefni. þessa grímu, hversu heimskur ertu? Já, mér finnst svo leiðilegt að fara að sofa. Ég reyna að fresta eins og ég get. Það ég er að sofa kannski svona 5-6 tíma á nóttinni. Það er rosa lítið. Já, ég er bara vanið því. Ég er líka vanið því bara. Þú ert til að bara sönnun fyrir þessu. Þú ert alltaf til í áfengi og alltaf græður og sefur lítið. Helvítis. Ef þetta farið. Næsta. Þú kúkar betur fyrir reðin. Já. Ha?
Þú kúkar betur, þú ert friðin. Þannig að þú sækir rauða skúringa, kýlir í hana og fyrir að klóstið, það er næs. Ég held að sé kúka meira- maður betur, veist, hvað er betra við kúkin? Örgulega bara meira. Betri hægðir. Já, þetta eru betri hægðir, þú ert friðin. Mýkri Náttúrulega, hægðir. Þú er átt að því í Bandaríkjunum, þar er marihuana mjög algengt. Það er leyfilegt þar í nokkru fylgjum. Það brennivín er oft bara verð séð. Bara hvað er það að fara að drekka spýrana það? Meðan þú getur bara kveiktir í dúbi. En sko, málið er það, það er til marga tegundur af kúk náttúrulega. Já, við þurfum ekkert að ræða það hér. Nei, ég er að segja Hvaða tegundur eru til að kúk? Það eru til þægilegar hægðir. Þannig að ef þú hendir á klóstið og þarf kannski bara að taka 2-3 skeinur og það er bara góður. Sem að gerist aldrei. Nei, en svo getur líka lent í leðrinu. Það er vesen, það er heil rúlla, kemur endalust aftur og aftur og aftur. Viðbjóður. Og það er bara Það átt að kæla rúlu. Já, ég meina eins og ég krumpi kúlur. Ég brýta ekki saman, ég krumpari. Það er svolítið bara eins og sér lítið barn. Nei, veist, ég krumpi, ég krumpa og ef ég lendi í leðri þá er ég 2 rúlu maður. 2 rúllur. Já, það er rosalegt. Jæja. Það spænist upp heima, Nó að skýrniðinum að gera grín af makaðinum styrkir sambandið. Og það þarf að koma frá báðum aðlum. Og nú spyr ég eitthvað drengir, eru þið að, í ykkar sambandum að gera grín af hvort öðru? Já, heldur betur. Heldur betur. Það er svolítið það. Já. Og það styrkir sambandið. Já, ok, það er nú gott. Það verður að vera eitthvað flip á heimilinu. Já. Já, ég held að kannist náttúrulega flest, er ekki allir í því? Jú. Já, annars þetta frekar leiðilegt myndi ég segja. Já. Það er ekki í gangi. Það er að vera gaman. Já, hvernig ert þú að stríða konunni þinni stendi? Nei, það er bara misjant, sko. Hlaupum alls Ég er ekki að leggja henni í einelti, sko. Ég er ekki alltaf með sama djókin á hana. Ég er bara, þú veist, ef það dettur inn eitthvað moment, þá getur maður að nota það. Nei, svo Þetta er ekkert eitthvað fast hjá þér. Nei, svo er ég líka stundum með sýningu heima. Það er svolítið gaman. Hvernig sýningu? Bara þegar stelpurnar eru í sófanum og við erum að horfa á vídeo og ég fer kannski klostið og Kemur út með kallabjölu? Nei, þá kem ég kannski út búin að girða mig mjög, alveg að setja náttbuksurnar upp á brjóst og er einhvern megin að breyta röddinni og leika einhvern annan og eitthvað svona skemmtilegt. Eins og trúður. Já, það er bara trúðast. Þetta er skemmtilegt. Ég veit ekki, þetta hljóma svo aðstæðlega. Ég fara á klostið, draga buksurnar upp á brjóskassa og eitthvað skrýtlarödd. Já, og lappa á tánum og eitthvað svona. Lappa á tánum, já, bannast í hæla og svona, tek stórskref. Nei, þú veist, ég er bara svona slæja léttastrengi. Þetta er einstæða story material. Já, ég skal taka upp næstir í fyrir að fýblast svona heima. Content myndi ég segja. Fólk sem stundar ekki kynlíf fyrir hjónaband. Content, já. Fólk sem stundar ekki kynlíf fyrir hjónaband á hamingjusamra hjónaband heldur en þeir sem að stunda kynlíf fyrir það. Já, hvernig Þetta hljómar er svo fake news. Þannig að bíberinn er greinilega betra hjónabandi. Þú veit að ég þóli þetta ekki, sko. Nei. Þetta kynlífsbann fyrir hjónabandi og svona. Mér finnst þetta bara svo asnalegt. Þetta var mjög algengt í gamla dag, það er að fólk að mjög trúa, sko. Já, ég veit alveg og þú veist, ég næ þessu bara ekki alveg. Fattur þú sjálfur, ég bara skildi ekki. Akkur það þarf að... Er þetta ekki líka eitthvað sem þú þarf svona... Að því að ef þú gætuð Þú bara með mannesku. Já, getur þú verið með sömu manneskinu það sem eftir er æfiðinnar ef að kynlífið var svo bara hræðilegt? Nei, fyrir utan það. En það kannski lagast einhvern veginn. Ég bara segja, skilur, þú veist, það er bara svo aðstæðilegt. Þú þjálfar hann upp með því? Nei, ég bara segja, það er svo aðstæðilegt að mæta. Þú ert búin að vera kærust í ár, 2. Þú veist, en þú mátt ekki þið ykkur langar svo að sofa saman. Ég meina, þú veist, líka sé líka alltaf þreytt, þú veist, þú ert búin að gifta þig, fer síðan á bak og síðan bara, hörðu, þetta var bara það var hella, ég ekki miður ekki staðið þessu hörðu, þessin er líka í bachelor miður ekki staðið í þessu hörðu, þessin er svo í bachelor og bachelorette þá er alltaf að fara í fantasy suite og síðan kvölda þessi, fólk fer á bak svo að geti ákveð hvort alltaf að setja hringin upp eða ekki, sko. Það er ekki fantasy suite. Ég er alltaf frá bak, alltaf síst að áður en þið fara. Já, það segir sjálft. En já, ég skilði. Það er ekki alveg ógeðslega þættir. Þetta er besta sjónvarsetning fyrir all time. Pæli skell að vera ógeðslega ástofngin og að vera geggja hjá manni og svo er bara komið að þessu, ok, heyrðu, tökum bara, giftum okkur og við ætlum að vera alltaf saman og svo förum við bara, getum líka að fara að stunda kynlífloksis okkur langar að báðum, förum og giftum okkur, förum og hittum okkur kall út í bæ, giftum okkur, förum heim, sofum saman og kona myndi fara frá manni. Já.
Það veistu af hverju. Nei, þú veist af hverju, það er bara þetta. Þið voru svo happy fyrir korteri. Þið fóru lengst niður í Vesturbæi, hitti ykkur kall, henduðu hringjurum á okkur, heim. Vákafuru, skemmtilegt brúðkaup í þitt maður. Það er bara að hitta ykkur gaur í Vesturbænum. Ég er að segja, þú veist, það er svo mikil, það er bara glatað. Það er ekki fór bara niður Sýslumann. Hvita bara okkar pappir og fór sér bara heim í Síkó. Því og Ástrós líka. Já, gerir þetta margir. Svo er það hérna marglitur. Það er eldast, hvorki eldast né deyja. Mér finnst það helviti magnað. Og bíó er versti staðurinn fyrir fyrsta stefnumót. Ég fór á fyrsta stefnumóti mitt í bíó. Já, ég líka. Ég held að það væri bara gott. Já, veistu hvað, ég skil ekki hvernig hún held áfram að hæri mér sko. Nei, bara við vorum hérna, ég veit náttúrulega kynnistinni, við vorum að vinna saman upp í Sundlaug í Mósbæ. Hún var að vinna með námi og ég var fastur þarna og vera bara svolítið svona erfiðum stað í lífinu. Var hún að vinna með námi en þú fastur að það? Já, hérna þú og konan? Sem er bara gott, já. Í Sundlaug Mósó? Varstu baðvörður? Ég var baðvörður og hérna Varstu að segja fólki við skrifum Steindan okkar seríuna þar sko. Það segja fólki drullar sér úr sundskilinu? Nei, ég var bara svona út allt. Ég var aðalega bara að fela mig. Banna að leggja línunni. Já, þetta var bara þannig. Og ég hérna Við erum vinir á MySpace og eitthvað svona. Og til að gera langa sögstu þetta þá förum við á stefnumót, förum í bíó. Við förum á Dark Knight í bíó. Batman. Það er heldur góð mynd. Geggjumynd. Já, en ég var á morgunvakt þennan dag. Vaknaði 5:30, þú þekkir þetta ill. Vaknaði snemma og myndin var seint. Lagður þið í bíó? Já, ég svaf alla myndina. Í miður deiti, á fyrsta deiti? Og við lendum á fremsta bekk líka, það var svo mikið fólk í bíó og ég svaf allan tíma. Og hraut með kæfisvefnin allan tíma líka. Þetta virka, þetta var success. Já, en ég bara, þú veist, ég náttúrulega vaknaði svo bara og fóttist eitthvað ekki á að sofnað og hún náttúrulega frontaði mig bara með það og ég bara, sorry, maður búið náttúrulega mikið að gera og svona, ég gera það sama náttúrulega, sko. Þetta var einhvern veginn, þetta var ógíslegt maður. Þetta virkaði. Þetta var fyrsta deitið mitt, það var bíó. Menn fá saman í dag og bara 2 börn. Þannig að þið veist þetta ekki rétt hjá Blóðandi. En nú spyr ég, hvað var sér kjaftaði? Sko, ég var að reyna öllu sem það sko. Já, ég get bara sagt eitthvað hvað kjaftaði. Ég bjóð til að fólk sem stundar ekki kynlíf fyrir hjónabandi er í hamingjusamar hjónabandi. Það hljómaði líka svo mann það hljómaði algjörlega rangt eitthvað. Kannski er það sagt, við vitum það ekki, en ég bjóð þetta allavega til. FM 95 Blö, alla föstudaga á FM 957. Já, það held ég, elsku vinir, þeir að hlusta á FM 95 Blö hér á FM 957. Það er komið að dagskrálið sem ég hræðist helviti mikið. Ég hræðist hann alltaf, en ekstra mikið í dag. Það er enda breyttu sagans ánast að þetta væri handling bad weather. Já, í staðin fyrir sprengilægð. Já, ok. Ég bjóð ekki til orðið sprengilægð. Þetta var í öllu fjölmjölum sko. Það bara hlakkaði svo í þér. Maður sá það, þú var svo spennt. Nei, ég hef bara aldrei heilt orðið sprengilægð. Þetta var þetta fyrsta. Þá talum við að þetta er fyrsta sprengilægð. Krókurinn fór mjög illa út af þessu, ég vona að það sé í lægin allar þar. Fór rafmagnið af og allt í rugli. En já, hvað er þetta? King of handling bad weather. Já, og ég rauninni bara, þetta var alltaf eitt versta veður sem, en það var ekki træðilt hérna á höfuðborgarsvæðinu. Þetta var ekkert hérna sko. Nei, þetta var hérna á Norðurlandinu. Ég man bara því að ég var krakki. Það fór maður oft út í vond veður þar sem maður sá ekki meti fyrir fram að segja leika sem í strákunum sko. Þú veist, maður var bara út í þessu. Þú veist, þetta var ekki þannig veður að maður þurfti að læsa sig inni. Þú er ekki getið verið út að leika á Sauðárkróki, ég lofa þig. Nei, ekki þar, ég er að tala um á höfuðborgarsvæðinu. Hver er svona meiri auðmingi einhvern veginn? Hver handlar þetta veður? Ok. Ég sé líklegri þarna. Hendum okkur bara í þetta. Ég ætla að raða aldrei upp í röð þegar það byrjaði einhvern veginn random bara á þessu. Verður ekkert eðlilega graður þegar það er vont veður úti? Hvað ætlar að byrja þessu? Þetta er eðlilegasta spurningin. Ég tók eina handahói hérna bara á. Já, ég ætla að vona það, þetta er ekki fyrsta sem er svona. Oftast byrjar þetta svolítið svona úr vanur að teppi reyn sko. Ég held að myndi byrja bara að segja, hefur einhvern tímann upplefað sprengilægð? Það hefur verið svona kannski, já, hún voru daginn og byrja rólega. Verður þau óeðlilega gráður? Nei, bara verður ekkert eðlilega gráður þegar það er viður út. Já, sko, nú er bara nýlega búið að vera hrikalegt viður eins og allir vita og ég var bara nei, það heldist ekkert yfir mig ykkur óvinni mikil gretta. Ok, það er ekki punktur og þig, Steinþór Auðun? Nei, ég hugsa ekki. Ég held ekki. Ég held þessi bara eðlilegur. Nei, ég viðkenni alveg að mér hans gaman að fara heim 2:30 og vera bara heim í kósi og svona, en ég var ekkert eitthvað gráður. Nei. Hafður áhyggjur af lúksusbifreiðinni meðan sprengilæðin gekk yfir landið?
Sko, málega Hvað þvælar þetta? Veistu hvað, Þið er ekki með Jaris í yngisluðu sko. Þannig að það er lett að það sé að spá í þessu. Ég er á Peugeot. Luxuspösjó. Já, ég er á Luxuspösjó. Með glæni. Já, ég ætla að segja það. Mér er Logi Bergman áleiðisbíl. Já, sem er komið. Ég hafði smá ágjör á hann sko. Blöðar benn sko. Þú, sko, hafður ágjörn. Þú leggur 2 kílómetra frá, eins og þegar ég fóð með þennan daginn að skemmta, þú lagði svo langt frá stapanum að ég hef aldrei séð hann aðeins. Þú ert svo pappi minn út, svo hættur allir sé bara að hurða bílinn. Og líka þetta er opið bílastæði. Það getur fókið drasla á hann. Og líka bara, ég ætlaði ekki að tíma að kaupa hann. Ég hef aldrei eitt einhverjum pening í bíl. Og það var stór ákvörðin á mér. Þetta er ekki peningur við þig. Er þetta ekki peningur? Þetta var hellingur af pening. Og þú veist, dýrt að kaupa bíl. Þannig að þú varst hræddur bílinn? Ég var ekki hræddur hann, en ég kannski alveg einhvern tímann hugsaði kvöldið, það er alltaf að fjúka eitthvað á bílinn. Ég var ekki til glugga að njósnum hann. Blöð gæti ekki vera saman, betur kaupið sér bara nýja bens. Blöð er mikið til að plata á bensin. Það er nýrstaðið daginn eftir. Hann var inn í bílskur. Þannig að okkur ætti að vera hræddur hann. Varstu a real man og hendir út í úlpunni og tókstu vídeo til að sína öllum í Íslandi og tough motherfucker. Hann fór að vera út í læðinni. Það var hellingarlið sem fór út. Steindi enn og dýpan til að gera það sko. Nei, ég var ekkert út í læðinni. Svona brandar að kalla eitthvað inn í stórminum. Fórstu út í læðina? Já, búin að gera það með alveg upp á brjóst. Já, lappaði á tánum. Það var út í læðinni. Nei, ég fór ekkert út í læðina. Ekkert á pallinu sér? Nei, ég var bara heima. Nei, alveg inni bara og var bara í náttútum. Nei, ég var bara heima. Ok. Bara svolítið. Ég var ekki a tough motherfucker. Nei. Hvernig staðan í þessu? 2-1 fyrir Steinda? Nei, það er bara 1-0 fyrir Steinþóri. Já, ok. Já, því við vorum ekki græður. Nei, sagðið þú sprengilaðinni stríð á hendur og grillaðir úti því að þú ert milljónamæningur og þeir grilla mikið. Af mörgum heimskulegum er þetta heimskasta sem ég Það hefði ekki verið hægt að grilla. Það hefði ekki verið möguleik. Það var alltaf snjó. Og hvað? Já, það voru einhver menn sem voru að grilla. Ég sá nokkra grilla. Hvað Það er einhver meist að segja, ég grilla alla daga og hann bara fór út og grillaði. Ok, Björki Tór, hann er ríkasti maður Íslands. Heldur hann að vera að grilla að vera einn heima? Nei. Það er enginn að grilla. Þú er hendur út og grilli. Nei, málega ég er bara spáðið. Þú þarft eiginlega að fara að elda lið á netinu sem er með aðeins hærri grindaustur. Þú voru allir einhvern veginn út að grilla til að fá einhverju cool points á Instagram. Ég er bara næðis ekki. Ég grillaði ekki. Ok. Jú, ég grillaði hann inni. Og fyrsta sinnbar sinni á rúlingur, þetta er kannski leiðilega að sagða, hún er mjög stöð. Ég keipti svona pepperoni langlókunar. Grillaði þær, munið því sem var alltaf með Ég er bara þess að maður kipti bara 15 ára gammal. Pepperoni taco, já, þú grillaðir inni, þú fórst ekki út. Nei, bara í bara brauðgrilli. Já. En finnst þér kósí? Þú fara ekki punktur í þetta. Þetta er sko, þetta er mjög skrítið, 0-1 fyrir Steinþóri. Finnst þér kósí þegar það er vont viður eins og sprengilagð að kveikja kertum heima, hlusta á óveðrið og gera það svo niður þig? Allt fram að gera það niður þig get ég. Já, þú veist, málega er að ég fíla hitt. Já, þú veist, það er bara geggjað að vera með óveðrið og það eru kerti. Við vorum með kerti. Já, við líka, við vorum með kerti og ég fílaði að hlusta á læðina en ég girt ekki niður mig. Þannig að það er greinlega ekki búnduð. Ég er ekki kóngurinn. Veistu hvernig ég sé þetta fyrir mér, þessa spurningu? Ég sé fyrir mér bara mann sem er bara, hann svona lækkar ljósina aðeins í romantíst, kveiki kerti, lætur kona sinni fá kakó og teppi og góða bók, hlustar á óverið, svo stendur hann svona upp og það fer út af mitt gólf og gerir þið bara niður þessu. Þannig sá ég þetta fyrir mig. Það myndi enginn gera það til að byrja með og ég held að myndi aldrei hversu ógæðslega, ok, kannski ef að Matthew McConaughey myndi gera það, þá myndi það virka en ég get alveg lofað því, ég myndi standa kaflóðin hérna á stofugólun hjá mig, búin að gera það niður en ég einhver hefði lægð, kona mér myndi spila bara hvort ég verið að fá heila það. Veistu hvað, þetta er ekki eitthvað aðeins. Já, þetta grínast, þetta er ekki einu svona sexy. Veistu það, þetta var ekki einu svona sexy að kona mín myndi gera það. Ef ég hugsa bara, ímyndaður konurnar. Ef kona myndi gera þetta, ég myndi fíla. Nei, ímyndaður kona mín myndi gera það. Nei, ég veit það, ég er að segja, ímyndaður bara konurnar okkar, allra
myndu vera hérna í ykkur náttbuxum og í náttfötum og ykkur megin, í ykkur ból, rockaraból hvernig sem hún er í kósi, hún er bara í ból og sem er strax náttbuxum orðið sexy. Já, og svo ykkur megin stendur hún niður gólfi og gerir buxirnar, þannig að það er að stoppa bara hún hnjánum, veistu hvað styrir það? Það fara ekkert úr því sexy, þetta er ekkert hægar, það er bara svona ídægum bara svona hratt niður. Ég get lofað því, hafði þetta gerst í læðinu og við farið inn í herbyggi? Já, ég veit að hefði þetta endað þannig, ég hef satt alveg að horta að sérunni bara, þú veist þetta er ekki mest sexy leiðin og ég myndi að speikla þetta er ennþá, þetta er svo ógíslegt þegar við gerum þetta er meira þess að smá ógíslegt þegar það gerir þetta það er bara 0-1 sko. Er ég ekki komið punkt? Já, þetta er mjög, þú getur fengið punkt núna. Þetta er líka bara sorgleg keppni, þú voru að vera með spurningar sem bjóða upp á punkt. Það sem þú ert að self-made millionaire, borgar þá einhver fyrir að móka bílaplanið eftir sprengilaðina? Nei, það var ekki það mikið snöður og ég myndi alltaf borga lífum fyrir það. Sko, nú geti ég verið að fara að fá punkt. Fækst þið til að móka? Nei, ég gerði það ekki. Steindi basically að vinna þessa keppn út af bílunum sín. Nei, þetta er að pakka þessu saman. Þetta er hérna, ég ætla bara að bera þetta undir þig. Þetta er tilboð. Hvað með það? Ég er að sækja í punktinn. Fóru að dæma þetta. Segð mér. Já, nágranna sem er æðislegur. Þetta er Haukur. Hann er eflust í kringu 70. Og ég kom að honum, ég kom heim og hann var hann að móka fyrir utan á sér og tók okkar í leiðinni af því að hann var bara Barst hann um það? æðislegu gæi. Nei, ég baði hann ekki um það. Borgaru fyrir það? Nei, en ég kom Þú að gafst honum. honum svona augnaráðið, Ég kom móka að mína líka. Já, ég kom að honum og ég sagði, heyrðu, ertu ekki að grínast? Djöfull, ertu, heyrðu, nú sko voru að skilja skópul eftir og ég ætla að móka fyrir þig næst sko. Já, hann var búin að móka fyrir hann, við gáttum lappað út. Alveg nágranni. Þetta var bara fallegast sem einhverju En gert þú fyrir mig. borgar hann í krónu? Og hann er sko, Engin hann er punktur. svo Það er haustur og flottur. Já, þetta bara Nei, ef þú rétt honum 5 ára. Rétt honum 5 ára, bara nákvæmlega með einhver góðan kalli hliðina þeim sem að mókaði fyrir þig. Þetta var ekki að því út að self-made millionaire og græja þetta. Já, og hvertu saman lagli og þú lappaði hann og rétt honum bara inn að Ragnir. Henni er blá Ragnir. Stingur hann við aðstæðan og takkur og gerir þetta áfram. Það var ekki punkt. Hefurðu á árinu 2019 gert eftirtaldar hluti? Lifað af sprengilaðina, dælt inn og fyllt sjallan? Herri, jæja, þetta er eiginlega bara komið gott hérna að spurningakeppni Gilsvarans. Það kom honum Þið getið báðað ekki punktar. Já, herru, það er sko sorglega í þessu, þetta er fyrsti punkturinn minn og hann er ógeðslegur. Herru, Steindi, þú ert pingu af sprengilæð. Þið fækstu hvað punkt líka? Þarna í lokin. Dældur inn? Hvað meinarðu? Ég er að koma ólétt. Þú ert að hlusta á hlaðvarp FM 95 Blu. FM 95 Blöð hér á FM 957 á þessu mjög fallega föstudagum 13. desember 11 dagar til jóla og 8 dagar í ballið okkar á sjálfan. Hvað ætlaði að gefa konni? Herðu, ég er ennþá Hún vill ekki neitt, en maður þarf að finna eitthvað. Já, hún segir vill ekki neitt en þú verður sparkað út og kemur ekki með gjöf. Þú varst ekki að segja mig þetta, kaupið í jólagjöf hann að konu. Vil gefa henni bens? Já, það er helviti veður. Nei, við vorum að við vorum að tala með það og við erum bara, við veitum það ekki, við erum báðið tómir. Mér finnst þú skildi spyrja því við vorum að ræða þetta reyðan. En við erum samt einhvern veginn með eyrun opinn. En það er samt eiginlega ekki aðastressi, ég er að fara að skýra á sunnudaginn og það er ekki enda að negla nafnið eða. Jó, Egill En betur, þú ert ekki svona bara að bjóða okkur í þess að skýrt. Nennið því eitthvað. Hver á að vera þetta? Er þetta ekki bara Blöndal Auðunsson Epa Egill Hróar Blöndal Auðunsson. Sko málega, sumir taka bara skýrta svo býður bara familju og málega döð. Síðan aðri sem, kaupa 6 kassa bjór og býður öllu vinniðinu. Já, ég var með þannig. Langar ykkur að koma? Ég var með stefningu. Þú bara, þetta er mismæntu hvernig fólk hefur þetta er ekki stress. Nei, nú er ég að fá einhvern mann, langar ykkur að mæta? Nei, bara ef þetta væri ég væri fegin að sleppa. Ég veit að þú ert fucking rugglaður ná ekki og þið er drullu saman allir maður sjálfa þig. Ég sko, nei, þú veist það fer eftir náttúrulega, sko, við erum ekki að fara að koma þarna og vera bara með þinni, bara fjölskyldurinni og allt innu við hana. Nei, þú þarft að taka alla félagana eða út ekki bara skýra. Já, alla vinkonu hennar, hvað er þetta sé stór íbúð? Já, ekki bara skýra og stóni, sko. Við ætlum bara að gera þetta heima, sko. Og þá þetta vera árið partí, sko. Hvort ætlar að fara að taka Jay-Z á þetta eða ætlar að nefna?
Jay-Z, trúaði maður Sko ég búin að hafa í öllum, nú krakki 5 ára einasta ammæli, ég alltaf verið með svona 6 kassa bjór út á pall. Já, ég mun alltaf halda að fá sér a couple of Mér beers. finnst það allt annað dæmi. Ég mun halda barnaafmæli og mæta og ég bara Egill grillaði mínu barnaafmæli síðast. Ég sá það. Það þurfti líka skeinaður á grillinu, ég tók svolítið yfir þetta. Það var bjór og það var stemning. Það finnst mér stemning og ég mun halda barnaafmæli. Þegar Egill Blöndal verður eins ást, þá heldur þú partí. Ég ætla vonandi sé ekki lett á hann, það eru 3 nöfn sem kom til greina og Egill ekki eitt af þeim. Það er besti Er skemmtur Hróar eitt af þeim það? Hróar? Já. Nei. Þetta var harðasta neyti Harðasta nei, þetta var bara genuine bara, og það fannst það bara ríkalega Ég get sagt heiti það sko Egill var í líklar heldur en Hróar. Hann ældi það sagði Hróar. Nei, ældi ekkert, Hróar er fallin. Já, bara en Steinþór Steinþór, nei, það er ekki heldur líklegt. Nei, ok Því miður. Ég meina, óþara drulli var okkur og nöfnum okkar En heldur við Blöndal áfram, verður áfram Blöndal konceptið? Já, sko, hann fæðist Blöndal. Það er í stannið. Það er svolítið. Svona minn er Blöndal. Já, en breyttu bara mættanum, hafa það bara eitthvað skefing En bara Auðun Blöndal Junior. Akkur ekki bara keep that name alive. Svona minn myndi aldrei vilja. Þá var þetta skýrin í höfu á afaðinum. Hvað heitir pabbi hennar aftur? Kristján Kitty Blöð Chris, hann getur verið Kristján Blöð Afiðin hétt Auðun Blöndal. Já. Keep it alive. Hendi Auðun Blöndal. Sveppi stakk upp á Möndul Hrói Blöndal. Möndul Möndul. Ok, ég er með alvöru nafn sem getur verið svolítið flott Trjámann Akkur er vilt að krakki mig verið laður einir? Nei, þetta er alvöru nafn. Þetta er eitthvað 5. sjaldgæðasta nafn Íslands eða eitthvað svona. Trjámann. Þetta er eins og bara Tassan eða eitthvað. Eða bara tískunafn, Tristan, Mikael eða Blængur eða eitthvað svona. Dreki. Já, þú veist svona. Mér finnst Tristan alveg fallegt. Mikael, veist, Mike Blöð. Mikael er flott nafn. Djöfull. Það er hægt að heita það. Þá var það Djöfull. Djöfull Blöndal. Új, það er líka alltaf fallegt. Það er alveg nokkur nöfn sem komið til greina og þeir eru ekki búin að hitta á eitt af þeir. En sko, núna er ég með smá bömmir því að ég skal bara bjóða ykkur hér og nú. Þeir með bara koma. Nei, það var svo skrítið sko. Það er ekki það bömmir. Þá þarf náttúrulega Shroom og Hoogie Boogie. Og þá líka, þú veist, þú verður annarkvæmt að bjóða öllu vinnunum. Þá talum við 20 gæja og konan býður vinkonu sínum. Þá komum við miklu starra dæmi. Já, menn ef það eru maka líka, þá komast ekki allir inn í íbúð. Nei, veist, ég ætla ekki að því ég skýði og leiði hérna sal. Ég tróð bara inn til mín maður. Það er alltaf leið. Það var alveg alvöru vinna. En þú veist, ég held að sniður þessu út að gera það. Bara taka bara family og ekki döðsinn sko. Já, en málið það, svo er þetta líka bara þannig að Jána með að nota Jay-Z. Já, auðvitað. Það er ekkert kjaftaði á blóndi. Nei. Það er kirkjan að fá mikið skít þess að það fyrir okkur með S-faces sko. Steindi var ekki með Jay-Z. Já, ég meina kannski hefur aldrei pælt í staðin fyrir að ég veist ég ætla ekki eins að fara á það. Við erum komin í svo mikið real talk. Tveir á móti Nei, bara málið er við eigum að hafa þetta silly og við eigum að vera lettir. Við erum alltaf komin í eitthvað real talk en ég get tekið þetta real talk við leiðum við klárum þetta. Af hverju? Bara ekki Ekki drulli við Jay-Z. Ég myndi aldrei gera það. Ég myndi óþara að gera það yfir höfuð. Þú heldur upp á jólun ekki? Ég er ekkert að fara. Veistu hvað? Veistu hvað ammálið þá? Já. Jay-Z. Já, málið það. Þið eru Jay-Z menn. Þið eru grjótæri Jay-Z menn. Og málið það að ég elska. Ég myndi ekki skránu úr kirkjunni at gunpoint. Slaka þess að það er sá. Ég hef aldrei hirtið talum. En málið er að ég er ekkert að fara að bögga ykkur á því og þið böggið mig heldur ekkert á hinnu. Rólur á háasjön, ég var að stríðar. Ég er ekkert eitthvað strángtrúaði maður sko. Ég er ekkert eitthvað að fara að rífast við hvort þú er að nefna eða skýra. Nei, nefnir að þú veist. Ég er bara að segja ekki vera að rakka nefnir Jay-Z á okkar vakt. Ég er ekki í þjóðkirkjunni og er það ekki allt í lagi? Jú, það er bara það sem þú vil. Veistu hvað þú ert að skýra strákiðin? Já, ekki hróar, það er nokkuð. Þú ert að hlusta á Hlaðvarp FM 95 Blu. Það held ég þeirra að hlusta hér á FM 95 Blu á FM 957. Steindi hér var að útskýra fyrir mér. Ég var að fara að setja hendina á biblíun og segja I do og já, það er svo leik. Ég er bara ánægð með það. En nóg af Jay-Z. En má ég spyrja einu? Ok, við ætlum ekki að fara að tala um þetta mikið. Nei. Og málið er það að fólk er bara með alls konar skoðanir. Já. Þau eru ekki allir eins. En hérna, nú ætlum ég bara að spyrja og verður að segja satt. Já. Og bara já eða nei. Hefurðu lesið biblíuna? Nei. En samt ertu að fara hérna á sunnudaginn að gangast. Veistu hvað hún er, hvað er fokkin löng bók?
En byrju, þú trúir á hana Ef að Þú Já, trúir á ég þessu meina- bók og elskar hana Maður fekk kennslu Já, maður veit alveg út á hvað hann gengur Bara kærleika Já, Ég það veit er- ekki að þú mætti bara að skoða Treystu Steinsson. mig, þú fegst nokkuð Fórstu í vatnaskóga? Þú fegst bara góðu mólana og þeir eru fáir Fórst í vatnaskóla Já, nei, ég fór ekki í vatnskóla Jú, ég fór reyndar í vatnskóla Hvernig Hvernig getur þú að hata Jay-Z? Í skólaferð Herðu, við skulum hætta Jay-Z umræðinu hérna. Við erum búin að tala um hann í Ég 5 hitt hann ekki mínútur Ég hitt hann ekki Þú vilt vita sannleika Það var bara eitthvað Tómas sem tók á mót okkur Spila á kassagítar eða eitthvað Við ætlum að fara í hvort myndur frekar Hætta þessari Jay-Z umræðin Og já, fyrir ykkur hlustendur Við vorum að ræða allan tíman eftir innkomin aðan líka Þannig að það er komið nóg að Jay-Z umræðin Eru þið tilbúinir? Já. Við erum klárir Ok, fyrsta spurningin í hvort myndur frekar Alltaf stíg, nei já, ég ætla að byrja hérna Hvort myndur frekar tala dönsku það sem eftir er Eða alltaf tala eins og fólk þegar að tala við smábönn Vissa kan du Krankenskolen You can find in Udenstói Og þið veitir hvað ég er að tala um með hitt Það er eiginlega svona, verra, hvað segir þú og tala svona alltaf Eða bara alltaf dönsku Má ég heyra því steindi, hvernig Það er fólk sem tala svo leiðis Já, hvernig myndur þú tala ef þú værið þannig? Ég myndi náttúrulega, sko, hérna You can find in Pinsvín og liða þetta om Nei, ok, þetta er danska Lóma rænóðum, frikadella En takk þú núna hitt eins og sért í FN95 og talaði svona eins og amma og afi tala við lítið barn Já Hæ Ói, hvernig er það að gera þetta? Hérna Það er komið að hvort myndur Já, þú hæ, það frekar? er komið að hvort myndir frekar Er þið ekki spennt? Nú má spyrja, hvort ekki? Hvort myndir Má maður ekki tala ensku Verð ég bara að tala Nei. dönsku sem Dönsku. eftir er Já. En ef ég er, þú veist Mér finnst Ef ég er danska vega og svo að taka taxa Það verður bara að tala dönsku Mér finnst Frábært. danska ekki ljótt tungumál Danska? Nei, mér finnst það Fólk finnst það er ofta viðbjóður. Fólk hata dönskun oft, sko Minnst ekki Ég er að öllum tungumál í heiminum Er það ógeðslegasta tungumál sem við tala Þetta er svona kartebla í hálsinum og Ég held að dönum finnist íslenska ekkert flott sko Nei, þetta er ekki netti til að læra íslensku Það er góð Við erum Nei, spúlir að læra dönsku Þetta eigum að læra bara spænsku og freka þá bara kínversku eða eitthvað Við höfum ekki að læra dönsku í já, skólum Þetta er En alveg út í góða við það fyrir talið eins og hérna fólk talaði unga börn Þá mægi ég tala ensku og svona Það er, veist að Úf Maður fær alltaf tvo hræðilega valmöluga í svo leik En pæliði, bara þú spænska er útbreytast að tungumál heims Skilur við? Eftir ensku Nei, ég held að spænska sé og svo enska Og eitthvað rassandlit á okkar Og svo hörðu. og svo- Látum alla læra Svo dönsku allir krakkar á Íslandi lærum dönsku Hræðilegt Það notar þetta enginn En þetta er svar Ég ætla samt að velja dönskuna núna Þú tekur dönskuna Já, ég get ekki talað eins og lítið barn Nei, svona eins og fólk tala við það Já, hvað ætlar að gera svona mökkaður í allir City og taka leigubíl? Já, ef ég myndi tala svo barnani þá fengi ég ekki far Þá myndi ég bara að segja, heyrðu, því miður, þú voru taka næsta Þetta er bara sem aður er mjög á mjög slæmu stað I'm gonna have a taxi Can I take this taxi? Þú voru ekki að talast þetta svona þegar þú ert komin niður Er það? Ekki alveg svona Maður það bara alltaf Nei. kjafti í rauninni Talið eins og krakki? Stundum Já, þá vilja þú að hann er valmöluga Nei, það Ég ætla að tala svo krakkja sem eftir þér Þú tala eins og Að kalla villu Ég veit dönskuna Þá er það næsta alltaf stíga á nagla í byrjun hverra viku Byrji vikun alltaf að stíga á nagla Hló bara. Eða að horfa fóreldri ykkar einu sinni í samlífi Guð minn góður Einu sinni í viku Guð Fara minn heim góður. til mömmu og pappa Nei, Einu það er bara einu sinni Já, Svo er það bara búið En hitt er einu sinni í viku Þú ætti að stíga á nagla í byrjun hverra viku Hversu harkilega stíð og nagla Menn hann var að stingast bara Hann fer alveg upp. Haha Já, Þetta er hvað geðugur En byrju, er það vikulegt út æfina? já Ég myndi að hvað er vond, ef maður er gammalt kall þá er allt sem er smá vond og ógislega vond Stór hættulegt líka og... En byrju, Stíga á nagla. ég myndi frekar bara að sjá mömmin og pappa sofa saman einu sinni Já, og svo bara sápu þó að mér augun og öskraði í kotta og halda áfram með líf mitt En þú veist, það er bara það sem ég myndi gera, sko Maður þetta ekki að tekja einhverja pillar og maður gleymi því bara Já, þetta er bara Men in Black pillan Haldið þið að þetta myndi hafa eitthvað svo slæm áhrif á okkur Þið myndi sjá þetta einu sinni Já, það myndi Er hafa það? mjög Yeah. vond áhrif á mig Alveg 100% Alveg bara að því Er þetta ekki bara eðlast í heimi? Nei, þau eru bæði slepp í bakinu maður og bara einhvern veginn og ekki mikla kynverur sko. Þetta er þið bara vesen í alvegni Þetta er þið bara ógslegt Ég veit ekki hvernig þetta er nú niður Ég veit ekki hvað stellingir er Þetta er vesen Elvilega, heldur þú að þau stundan það? Ég veit ekki, ég veit það Nei. ekki Ég get ekki Jú, er það ekki? Nú ert að fara með mér hálfpartinn bara í þetta Já, það er svo vond sko. Ok, Egil, gott er það Ég er búin að segja Þú það veist Það er ekki hægt að stíga á nagla vikulega Þetta er rosalega erfið Ég Þetta var er erfið eiginlega- keppni í dag Ég veit, ég var að hugsa eitthvað þannig að þið myndi velja hitt Við viðkynna Ég bara, ég
dett síðan bara skalla vegg og vonaði þetta minnist þessi þarna eftir þetta. Það var að síðasta. Nú ætla ég að snúa sér yfir ykkur því að þetta eitthvað sem þið að vera að spurja fólk hérna síðustu 2 vikur. Hvort myndið þið fyrir eitthvað þiggja eða gefa jólajafl þessi jólin? Maður myndir alltaf þiggja það. Hvað ertu ekki bara að tala um að þiggja það frá... Ertu það eigingjarn í rúminu? Hæ? Nei, Þú er það eigingjarn, það er bara auðvitað myndið að þiggja það. Ertu ekki að tala um að... Erum við að tala um... Hæ? Þú mást bara beintið og auðvitað myndið að þiggja það. Má stendi vera kompýrli á hann eins og þetta? Nei, gaman að rúminu með honum. Já, þetta bara... Nei, ég byrja, sorry, ég miskildi þetta. Ég miskildi þetta alveg. Nei, ég hélt að það var engin miskildi. Ég elskar hreinskilja þetta. Ég hélt, byrja, má ég segja aðeins hvað ég hélt? Ég held, kannski er ég að fara að stick to my answer, en ég hélt að vera að tala að ég myndi fá jólajaflið. Eða ég þurfti að gefa öðrum kallmanni jólajafl. Nei, þú veist ekki jólajafl á Ég tengdi jólajafl á pínissi sko. Já, einmitt. Það var heldur góður. Það var að bjargaði vel að það. Nei, það var bara sem ég gerði það. Það var bara auðvitað myndi ég þykja. Ég var óslega stöðist. Egil, hvort ekki þú? Gefa það þykja. Steindi vill bara þykja. Þetta eru 2 frábæru valmöðleikar. Já, það er rétt hjá þér. Já, ég er að segja, þú veist. Drekki að slæði mér á aðan. Nei, já, náttúrulega eigin getna þykja bara. En það er ekki 3. valmöðleiki. Það er ekki 3. valmöðleiki, þannig að ég er náttúrulega... Þú ert búinn að svara. Þú svarar á nanos. Ég var alltaf heitt ekki að svara spurningu af rætt sko. Ég myndi þykja náttúrulega. Þú var ekki búin að loka munninu. Nei, ég líka miskildi þetta í byrjun. En þú, Egil, ertu með á náttúrulega? Myndu þú gefa? Ég veist það. Hlaðvarp FM 95 Blu. Það er föstudagurinn 13. desember og þeir að hlusta út á státtinu FM 95 Blu. Það er hárrétt hjá Rauðum Blöndal og það er komið að dagskrálið sem ég er búin að bíða spenntur eftir. Já, hann hefur ekki verið í svolítið tíma núna þessi. Já, bara mjög langt síðan að var síðast og það eru augljósar staðrendir. Yes. Ertu til? Ég er til. Já, ég er til. Ertu þú til eða? Já, ég er mjög spenntur. Hvernig var það? Svona hálft ár sem það var síðast? Já, ég myndi segja það. 2-3 mánuðina bara. Ég er ekki spenntur Rikki. Nei, ég er samt spenntur. Já, það er enginn ég spenntur Rikki. Það er lagt að heyra hvað svo augljósað er. Já, en ég, sko, draumurinn hefði bara verið að fá Rikka eitthvað. En það er ekki allt hægt í þessum heimi. En ég er líka bara svolítið spenntur að bera þetta undir ykkur. Já, komdu með þetta. Er einhver spurning eins og var alltaf? Sko, málið er það eru augljósar staðreyndir í dag with a twist. Sem er svolítið skemmtilegt af því að það eru alltaf 5 augljósar staðreyndir. Stundum 4 og 1 spurning. Í dag eru 3 og 2 spurningar. Eina mig og eina og Egil. Það getur bara verið. Já, herru. Ok, nú er ég á peppaðari. Er það ekki? Við ekki hérna. Þú til í þetta. Herru, þá verðum við að finna Mr. Selfridge Bettan. Bettin maður sjá, hann er nákvæmlega hérna. Annars getur hana og hvað má hækka aðeins í hana. Já, hann er komin einu upp. Er það ekki? Já. Ok, þú veist hvað þetta er. Það er svo mikilvægt að hafa Bettan háan. Já, hann er mjög hátt núna. Ok, þú ert klár. Já, ég er tilbúin. Auður Blöndal, þú ert klár. Ég er klár. Og Auði, það væri gaman að því að ég veit að þú er sérstaklega gaman að þessu að þú mátt, ég meina, það er ekki jakkaðutum, það er ón í moldinu, það er bara skítu. En Mr. Potato Head hefur verið jakkaðutum. Ég er eiginlega bara peppaður. Mér finnst það pinda ekki gott sko. Nei, og mér fannst það er ekkert svo neikvæð með þetta í dag. Nei, brjóst eins og hann. Þú ert langt frá þessu. Er ég langt frá þessu? Viltu við fá þetta? FM 95 Blu, alla föstudaga á